Góðan daginn, strákar. Þessi þáttur ætla ég að tala að setja mörk. Og það er öðruvísi heldur en kannski þið eru búin að vera að heyra af. Og þetta skiptir rosalega miklu máli þegar hafið einhvern heyrt þegar stelpur og konur segja mér langar bara í alvöru mann, ég vil mann sem veit hvað hann vil. Þá held ég að þetta spila stóra part í því, að mínu mati allavega. Og í bókinni The Superior Man þá talar hann David ástæðan af hverju konur bera ekki virðingu fyrir mönnum og hvað að valda því. Þannig að við mönnum fara yfir það. Þessi þáttu verður aðeins öðruvísi. Því mér finnst ég búin að vera svo formlegur og ekki tala beint frá hjartanu, að því ég alltaf reyna að passa á mikið hvernig ég tala, að því ég á erfitt með að beygja sum orð út af lesblindunni en mér langar það ekki, mér langar að vera miklu meira bara hrár og ég sjálfur. Leðilegt að vera svona formlegur finnst mér, þannig að ég á líka rosalega mikið til með að klippa rosalega mikið út, þannig ég ætla að reyna að halda þessu þætti í meira bara svona spjall og leyfa öllu þessu bara að koma upp og leyfa ykkur þau þurfa að hlusta á þetta sko. En allavega, þetta bara ég með óöryggi sem ég að reyna að vinna út frá því að ég var yngri og talaði hratt og vitlaust og fólk skildi mig ekki. Þannig að mitt óöryggi er ég að segja þetta þannig að fólk skilur þetta. Og þess vegna ég bara að segja ykkur frá þessu. Við erum allir að díla við eitthvað. Fyrst förum við í smá að vera meðvitaðar, það skiptir krúsal atriði fyrir það sem að fara að koma, svo förum að tala mörk og svolítið svona dót sem ég held að þið eftir að þykja mjög áhugavert og skemmtilegt. Þannig að já, við skulum allan að byrja og mér langar að byrja með sögu. Sem sagt í Bandaríkjunum, þar er vegur og bílar voru rosalega mikið að klessa á símastaura og það eru sko 50-60 metrar á milli, en samt 60-70% af bílum þegar kom vetur og fólk misti stjórn á þeim, þá voru alltaf að klessa á þessa staura og þeir fóru að reyna að skoða af hverju fólk að keyra á þessa símastaura, af því að þú getur ekki keyrt á neitt annað á þessu vegi. Þegar fóru að taka viðtöl við þetta fólk, þegar það var að missa stjórn á bílnum af því að það var hálka, þá horfðu þau á staurinn og beygðu að staurnum þótt að þau vildu ekki beygja og keyra á staurinn. Það sem er að gerast, það sem þú horfir á, eða það sem þú ert ómeðvitaður að þú stýrir að því. Þetta gerist allt ómeðvitað. Og ef þú verður að læra á þyrlu og verður að læra hvernig átt á svona nauðlendinni, þá máttu ekki horfa niður. Þú verður að horfa beint áfram. Þó að jörðin er að koma, allt í líkamanninum vil horfa beint niður. En ef þú gerir það, þá lendur miklu hraða niður og meiri líkur að þú klessir á. Þetta er líka með formúlu og allt svona. Þannig að það svo átt að gera er að horfa beint áfram, eða að fljúga þyrlu og á nauðlendinu og að horfa beint áfram, ekki niður. Og þetta er svona munun að vera meðvitaður aðstæður og sjálfa sig. Vera meðvitaður hvað maður er að gera, hvað er að gerast innra með sér. Það sem var að gerast hjá fólkinu sem var að keyra á þessum vegi og var alltaf að klessa á, er að þau eru bara að keyra á autopilot og missa stjórn á bílnum og horfa strax í hvað er mesta hættan. Þá ómeðvitað beygðu þau að símastaurnum. Og þetta er ofta að gerast hjá okkur, að vera rosalega meðvitaðar sjálfa sig og sjálfshugsun og hvað er að gerast innra með okkur. Það er eins og að ef þú er að keyra núna og þú missir stjórn á bílnum, fyrsta sem þú vilt gera er að horfa á hvað er hættunum, hvað er að fara að klessa á. En núna að þú veist að þessu, þá getur þú hugsað, ok, ég veit að ég á ekki að horfa á staurinn. Og þá myndir þú horfa á það sem þú myndir vilja að bílinn myndi fara. Þá myndir þú frekar beygja í þessa átt sem þú ert að fara, alltaf horfa hvert þú vilt fara. Þess vegna skiptir máli að vera meðvitaður hvað við erum að gera. Og ástæðan okkur ég að segja ykkur þessa sögu er að þegar þú byrjar að vera meðvitaður sjálfa þig og þínar hugsanir og þínar hegðanir og það sem þú gerir, þá getur þú stýrt framhjá símastaurunum í lífinu. Að hafa skýr mörk er eins og að geta beygt framhjá öllum símastaurum. Hvað er að vera með léleg mörk? Það er eitt að vera með léleg mörk í sjálfsmynd og léleg mörk það kemur öðru fólki. Og að vera með léleg mörk er þegar þú ert erfitt með að segja nei eða já. Eða vera fyrir höfnun, það er engin með fullkomin mörk og það eru veikleikar hjá öllum með mér, með mörkin mín og stundum gemst fólk yfir á, stundum ekki og stundum er ég ekki að hlusta á mín eigin mörk
og þetta eitthvað sem þróast þau voru eldri og með tímanum en við getum byrja að vinna í þessu núna með að vera meðvitaðir okkar eigin mörk og okkar eigin mörk í okkar sjálfsmynd. Því ég ætla fyrst að tala sjálfsmyndina ykkar og það léttara að fara að segja nei og já þegar kemur eitthvað svona deilum í framtíðinni. Og hefur einhvern veginn heyrt þegar manneskja segir þú ert að ýta á takkana mína, you're pushing my button. Hvað þýðir þetta? Þetta alvöru takkar sem að tala og hvaða takkar að ýta á? Af hverju fólk að ýta á takkana? Í rauninni þetta göt í mörkunum og ímyndaðar mörk bara eins og þessi hringur og það göt á honum. Fleiri göt því lélegari mörk ertu með. Og þegar fólk getur komið og ýtt á takkana þá rauninni vantar mörk hjá þér. Þau eru ekki nógu skýr eða það bara vantar að þú ert ekki búin að ákveða að byggja einhver mörk meðvitað. Þegar oft koma mörkin þegar maður eldist og lendir í einhverju og segir bara hinga ekki lengra en við getum byrjað aðeins fyrir að gera þetta. Ég ætla að teikna þetta upp fyrir ykkur en ánum fyrir til mörk þá ætla ég að tala svona sjálfsmynd og svona þín persónuleg mörk fyrir sjálfa sem ekkert að gera þannig sem með annað fólk. Þetta hringur? Þetta getur verið kassi, þetta getur verið ferningur, þannig að erfitt að segja hvað þetta og það alveg eins með sjálfsmyndin okkar. Ef við vitum ekki alveg hvað við fílum fram yfir aðra hluti, ég fíla ævintýramyndir en ekki hasamyndir, þannig að hvað við viljum frekar eða hvað við kjósum frekar fram yfir aðra hluti. Þegar þú ert ekki alveg meðvitaður þessa hluti eða það vantar skilur það vantar að þú búin að taka ákvörðun hvað þú ert frekar að fara að kjósa fram yfir annað og þá svona erfitt að segja hver maður eða vita hver maður eða fyrir annað fólk að vita hver maður og það léttar að búa til mörk þegar þú ert búin að fylla upp þennan hring sjálfa og segjum að þessi hringur sé sjálfsmyndin. Þetta á sérstaklega við með karlmanns sjálfsmyndina okkar. Þú hefur heyrt að þegar kona segir vil bara mann sem veit hvað hann vil. Ekki endilega hvað hann vil, bara það meira svona hver hann Og ég myndi segja að þetta spila stóran part í því. Ef ég segi við þið, ég fíla frekar ævintýramyndir heldur en hasamyndir, ég fíla frekar kött heldur en hund, kýst frekar að horfa góða bíómynd heima heldur en að fara á djammið og ég fíla frekar Ford yfir Toyota til dæmis. Bara að segja þér hvað ég myndi frekar vilja fram yfir annað, gefið þér svolítið sterka mynd hver ég þó að þessi allt svona yfirborðskennt og mjög lítið en þá eitthvað svona stöðleiki hana. Og eins og með hennar hringin og sjálfsmyndin okkar þegar þú segir og er búin að ákveða fyrir sjálfa ég fíla ævintýramyndir, hvað sem þú fíla ég fíla ævintýramyndir, fíla ekki hunda ég fíla alveg hunda en kýs alveg kísur fíla ekki að fara á djammið fíla frekar að vera heima og þá ertu búin að mynda heilan hring. Þetta hluti svona eins og að vera með góða sjálfsmynd eða svona, kannski ekki góða sjálfsmynd það fleiri partar, en grunnurinn í að geta verið með góð og skýr mörk að ákveða alltaf þessa hluti í lífinum hans og þetta hjálpar rosalega mikið ef þú búin að ákveða alltaf þessa hluti þegar þú ert að fara að búa til að ákveða hvaða mörk þú ert með fyrir sjálfa að vita hver þú ert svolítið og líka hver aðra til þess að kynnast þér og vita hver þú ert hjálpar svolítið að skilgreina hver þú ert fyrir þig og aðra. En þegar fólk næra ýta á takkana manns þá vantar eða þá göt á þessum hring. Það göt á þessum hring þegar fólk segir það ýta á takkana mína. Ástæðan það að þegar aðrir komast inn fyrir mörkin og hræra í þínu tilfinningum og þínu tilfinningum og hvernig þú hugsa hvað þú gerir. Þegar það vantar þessi mörk og að vera búin að ákveða hvað þú fíla og hvað ekki, vera með smekk, vera með skoðanir, hvað þú ert að kjósa fram yfir annað. Eins og dæmi, ef félagar segir við mig, hey, viltu koma á djammið? Og það vantar hérna. Ég alveg meðvitaður að ég fíla frekar að vera heima og horfa á bíómynd, en það segir viltu koma á djammið. Og ég ekki búin að taka þessa meðvitun ákvörðun að þetta kýs ég fram yfir eitthvað annað. Þá myndi ég bara, já, ég til í það.
ekki tilbúin að segja nei í aðstæðum. Þannig að því ég veit að nú þegar og með þessi mörk, þá veit ég að þegar það hringir þá bara strax nei. Að því ég búin að taka þessa meðvitunar ákvörðun, ég meðveitar þessa ákvörðun. Þannig að þetta fyrsta skrifið sem við viljum gera að ákveða þetta okkur sjálfa, hvað við fýlum. Og líka að næja þessu, vera með smekk eða smámunasamur eða, og ég hef stundum heyrt að ég sé vandlátur, en þetta ekki vandlætti. Vandláttu þýðir að það erfitt að gefa því til geðs, það erfitt að gera ánægðan, og það ekki málið. Ég að vera svona picky, sem þýðir að þá veistu hvað þú vilt og hvað þú vilt ekki. Og bara eins og dæmið, þegar ég fer út að borða og fæ mér að borða og panta eitthvað mat, þá ég rosalega picky. Ég bara, ég fíla þetta, breyta þessu, og það rosalega heillandi og aðlaðandi. En við oft snúum sig yfir í eins og það sé ekki aðlaðandi, heillandi, af því að fólk segir, ertu picky, ertu smámunasamur og eitthvað svoleiðis. Og þegar fólk segir þetta við okkur og við höfum eitthvað svona, já, ég veit, ekkert mál, ég skal passa að ekki breyta pöntunum minni, að það sem lækka verðmæti okkar. En ef þú bara, já, ok, þetta bara það sem ég fíla, þetta minn smekkur, ég kýs þetta fram með eitthvað annað. Og getur tekið að eins og sért rosa ánægð með það og stoltur og fer ekki í annan leiðaga og bara alveg sama. Það það sem heillandi og aðlaðandi, og þá sjálfsmyndin miklu sterkari. Og ég svolítið fara off the script. Ég lærði það að þegar þú ert að tala eitthvað, sem sagt, ef ég segi við henni vasi, ég keypti hennar vasa, hann flottur, gerði það eitthvað listamanni, hann ekki geggjaður. Þá þú bara óáhugavert. En ef ég myndi koma, veist það, ég var að kaupa hennar geggjaðan vasa, hann handrit, listamaður, hann gerði hann og það bara til 3 heiminum. Og þegar ljósist fyrir á hann bara lítur hann svo ógeðslega vel út. Þegar þú segir eitthvað með passion og eitthvað svona meira ástríðu, þá verður miklu heillandi, miklu aðlaðandi. Og sama með þegar þú ert að segja hvað þú fílar og hvað þú fílar ekki, svona preference, þegar þú segir ég fíla þetta og eitthvað fólk og einhver kemur og segir það asnalegt, það ljótt, skrítið, og þú fer niður og þá ertu að svona sína óryggi og sína að vantar eitthvað mörkin, en ef mörkin sterk, sjálfsmyndin sterk og einhver segir þetta asnalegt og þú bara eitthvað, já ég veit það, ekkert mál, skiptir ekki máli, ég að fíla þetta. Bara ég fíla hennar vasa, geggja, ekkert mál. Þá fólk meira, ok, geggjað. Það fyrir hvernig þú reaktar við þegar fólk eitthvað svona skjóta á að þú ert með mörk eða finnst asnalegt og þú fílar eitthvað frá með annað. Bara láta eins og að sé, ok, þú fílar þetta, því finnst það geggjað, æðislegt. Það mun hafa þessu áhrif að fólk mun bara, ok, respect. Þannig að ég veit ekki hversu ofti ég fór út að borða og strákarnir voru alltaf brjálæðir þegar maturinn klikka oft eða kom eitthvað vesen og ekki lengi. I don't give a shit. En, þú veist, þegar ég hef verið að deyta og þá þetta eitthvað sem stelpur finnst aðlaðandi að ég sé picky. Þannig að því ég lærði það bara, þeim finnst þetta aðlaðandi. Að þetta segir þú ert með mörk, þú ert með standard og þú veist hverju þú ert og hvað þú vilt. Ok, ég ætla að fara núna aftur í handritið og hvað ég að tala og myndi, ef þú ert að fá svona veiksvör, svara og veist, ef að fara út að borða, já, hvað ætla að borða? Ég bara til að borða eitthvað, ef mér alveg sama hvað ætla að hlusta á, skiptir engu máli. Þannig að vantar þín persónun mörk hvað þú kýst frekar frá með hana. Ég að segja ekki vera gett sjálfsælskur og bara gera sem þú vilt. En þetta svona eitt af verkanum sem þú vilt vera með. Ok, fyrir núna í mörk. Og af hverju fólk virðir fólk með mörk og fólk sem ekki með mörk ekki virðir. Hver ástæðan? Nei, fyrir mörkin, ég var virklega búin að segja og ég enduð tala rosalega mikið, en ég ætla samt að segja teikna og sýna ykkur að hafa þetta myndrænt, af því ég skil þetta myndrænt. En sjálfsmyndin, þú, mjög sterk, sem því þú bara veist hvað þú fílar frá með annað. Og
og þú ert picky og segir hvað þú vilt, þá ert að sýna þú veist hver þú ert, og það sem fólk finnst aðlaðandi. Það ekki aðlaðandi þegar vantar upp á og þú bara svona veiksur. Þannig að þá finnur fólk fyrir stöðuleika, konkrét. Þá finnur fólk fyrir karlmennskunni. Það stöðuleiki, karlmennska, stöðuleiki. Veit hver þú ert. Já, núna ætlum við að fara í svona mörk sem tengjast öðru fólki. Í bókinni Superior Man, maður sem heitir David sem skrifa hana, hann kemur með þessa kenningu ástæðan, kenningu af það sem honum finnst, og hvernig ég líka búin að upplifa af hverju konur bera virðingu fyrir eða ekki. Þetta eru mörkin. Og ánið fyrir þetta, inn í þínu mörkum fullt af fjársjóð. Hérna verðmætið, hérna sjálfsvirðingin, hérna tíminn, þú tekur ákvarðanir og bara hjálpa fólki. Verðmætið henni sem þið eru með lillumörk og ef maður segir, viltu vinna helgina og þú vilt það ekki og getur ekki sagt nei, þá getur hann bara farin, tekið tíma inn. Til dæmis ef fólk getur sagt þér hvernig átt að líða, þá ertu með lillug mörk, þá komastu inn og getur sagt þér hvernig átt að líða, skilja. Og því verðmætið þitt fyrir innan þín mörk. Því meiri göt eru, því léttari fyrir einhvern til þess að koma inn og taka. Til dæmis, eitt sem ég með, ég lána fólki pening, en ég lána smá pening og ef ég borga tilbaka, þá lána ég ennþá meira. Svona, þannig get ég fundið hvort ég tristi þeim. Þannig að en ef þú var með engin mörk í að hvernig þú átt að lána fólki pening og fólk byrðum 50.000 og svo borgar það ekki, þá kannski varst ekki mörk sem hjálpa þér að trista fólki. Fattar, eins og einn félaga minn, hann, þegar við vorum yngri, hann lét lána bara pening eða hann átti pening. Ef það var kannski 10 dagar eftir mánuðinum, þá var hann ekkert að lána pening að því að hann þurfti fyrst að eiga fyrir sig. Þannig var hans mörk, skilur. Og við förum aftur í eftir það Superior Man, af hverju fólk ber virðingu fyrir manni ekki. Sérstaklega konur. Konur eru alltaf að testa mann. Það eru alltaf að reyna að ýta á takkan hjá manni. Og ef hún ýtir þar sem þú ert með mörk, þú getur sagt nei, þá finnur hún fyrir stöðuleika. Ok, hérna get ég treyst honum. Þá býr það til traust og það býr til hrifningu. En ef hún ýtir einhvers staðar og það engin mörk, og þá getur hún ekki treyst í, þá getur hún ekki treyst manninum. Og þá missur hún hrifningu. Og þá missur hún virðingu. Og þá ber hún ekki virðingu. Að þegar manneska getur komið inn og tekið allt sem hún vil frá þínum verðmætum, þá mun sennilega manneskan ekki bera virðingu fyrir manni. Ef hún að setja þín mörk, hvað þér finnst hluti og segja já og nei, og þá finnur fólk fyrir því, og þá fer fólk að bera meira virðingu. Sérstaklega konur. Og ástæðan okkur ýta á takkana af ástæðan okkur konur myndi ég segja að testa mann og ýta á takkana og segja hluti við mann, hvað er þetta ljótt húa eða svona testa mann eða svona vera með svona attitude. Það er ekki að það eru vondar vilja eitthvað illt, að þær þurfa að sjá stöðuleikan í manninum. Er hann tilfinningalega óstöður? Þú ert með ljóta húu. Hvað ertu að tala um? Tilfinning óstöður? Ok, ekki fyrir mig. Og það þurftu að hafa þetta fyrir einhver 1000 árum, að því að ef þau myndið eignast barn með manninum og hann væri ekki það stöður, þá getur annar maður komið, dreipið hann, tekið barnið, eða dreipið barnið og tekið hana, eða dýr getur komið, eða maður myndi bara fara í burtu og skilja hann eftir. Þannig að þegar það eru að testa meðvita og ómeðvita, þá eru það að finna stöðleikan í okkur. Þannig að mikilvægt ekki taka neinu svona persónlega þegar er að vera ýta á takkana á manni. Þannig að, en til þess að geta komast í veg fyrir að geta komast inn fyrir mörkin og ýta á takkana, þá þurfum við að búa til mörk. Og þá getur við verið meðvitaðar mörkin. Og þá oft kemur það svona í framtíðin að þú maður lendir í ykkur svona erfiðleikum og þá kemur mörk. Ok, ég vil ekki þetta. Þannig fór manneskjan yfir strikið,
ég ætla að passa að það gerist ekki aftur. En ef þú ert á svona autopilot og ert ekki meðvitaður þetta, þá fer einhver manneskja yfir mörkin og það gerist aftur og aftur og aftur og þú bara, maður veit ekkert af hverju, skilur, það alltaf að vera svindla á mér, það alltaf að vera tala mig niður eða hvað sem það getur verið, en ef þú varst ekki meðvitaður að herru, hérna ætla ég að setja mín mörk, ég ætla ekki að leyfa þessu að gerast aftur. En það líka til vont fólk sem bara viljandi að nýta á takkana og gera eitthvað illt fyrir mann og vera vont, sko. Og líka eins og að fyrir 100 árum þá var ef kona eignaðist 5 börn, þá var líklegast að einhverju var að fara að deyja. Það var bara mjög háa líkur, hvort sem á hún eða barnið. Þannig að þær þurfa að testa á, meðvitað og ómeðvitað til þess að tjekka stöðuleikann. Það þetta sem ég myndi telja stór partur í þegar konur segja, mér langar í alvöru mann, að maður sem setur mörk og hún testar en hún kemst ekki í gegnum að hann segir nei. Það erfitt að segja nei, þegar mann langar ekki að segja nei. Mann langar að vera góður og gefa henni allt sem maður vil. En yfirleitt með það fólk sem getur fengið allt frá manni, það mun ekki byrja virðingu fyrir manni. Mér er þetta senn sem ég að segja. All right, núna fyrir að yfir ég að reyna að búa til mörk. En ég get ekki sagt hvað þín mörk eiga að vera, af því að það mjög persónulegt og maður finnur það sjálfur. En eitt sem ég get sagt við ykkur að ef þú átt erfitt með að taka ákvörðun, ef þú ætlar að taka ákvörðun að ég ætla ekki lána pening eða ég ætla að segja nei þegar einhver biður þetta og þú átt erfitt með að taka ákvörðun hvar þín mörk eiga að vera. Að taka ákvörðun og hugsa út í það til þess að reyna að finna réttu ákvörðuna, þetta rétt eða rangt, til þess að vera betri að taka ákvörðun og taka yfirleitt svona réttu ákvörðuna, þá þarf þetta að taka margar ákvarðanir. Make þetta sens. Sem sagt, segjum að þú þarf að taka 4 ákvarðanir hver þín mörk eiga að vera og þú ert ekki viss, en það tekur viku að finna út hvort þú ætlar að velja. Ætlar ég að lána pening, 10.000 eða 20.000? Hvar ætlar að hafa? Þú veist ekki hvað er rétt og hvað er rangt og hvað ég að hafa, hvað er ég og leiðilur, hvað er ég að vera ígjarn en nískur, skilu. En það tekur viku fyrir þig að ákveða þessa ákvörðun. Sem þýðir á 1 mánuði þá ertu búin að taka 4 ákvarðanir. Ef það tekur mig 1 dag að taka ákvörðun hvað ég ætla að gera, til dæmis, ég ætla bara að lána 10 skall. So what ef fólk mun þykja ég nískur, eða so what, ég ætla ekki að lána neinum, af því ég ætla bara að eiga peningi fyrir mig sjálfa mig. So what, skilu, ég veit ekki hvort það sé rétt eða rangt. Það er ekkert svona rétt eða rangt. En ef ég get tekið þessi ákvörðun á 1 degi, þannig að á 1 mánuði, þá get ég tekið hvað? 31 ákvarðanir. Það tók mig 1 dag, en tók þig 4 vikur. Þannig að þegar þú ert í vandræðum að taka ákvörðun hvað þú vilt, eða hvað er rétta svarið eða rétta ákvörðunin, því fleiri ákvörðun tekur, því svona betri verður í að taka ákvarðanir. Þannig að þú vilt bara reyna að taka ákvörðun strax og ákveða. Af því að það er betra að taka ákvörðuna núna eða morgun eða hinn og komast að því að þetta var vitlaus ákvörðun, þannig að þú getur breytt henni og farið eftir hinni. En ef þú ert að hugsa eitthvað í 2 mánuði hvort þú ætlar að gera eitthvað ekki, og þá eftir 2 mánuði þá kemst að því hvort þetta var rétt ákvörðun eða ekki. Make þetta sens. Þannig að stundum betra að bara taka ákvörðun þó maður veit ekki svarið. Af því að yfirleitt þá veit maður ekki hvor ákvörðun er rétt. En fólk er svo hrætt við að taka ákvörðun, það reynir að ofhugsa, pæla allt og lengi, reynir að sjá allt hvað að gera, að taka ekki einu sinni ákvörðun. Og svo loksins að taka ákvörðun, þá búin að taka kannski mánuð að komast að því að þetta var vitlaust ákvörðun. Heldur bara komast að því strax og þá skipta. Svona getur við byrjað að fara að taka ákvörðun hvar þín mörk eru. Og það er svona skali, þú ert að setja mörk og ert óöruggur að setja mörk fyrir sjálfa, skilur, eins og þú ert að fara að segja nei við viniðina, þú ert vanur að segja já við, það er óþægilegt, ert að vera sjálfselskur eða hvað,
sem þýðir að þú ert með svona skala 1 upp í 10, þú segir alltaf já við vinnina við öllu og það er bara 3 að þú ert alltaf að segja já, þannig að þér langar að byrja að fara að segja nei, þannig að þú fer bara í 9 og þú ert hræddur að þú sért kannski og sjálfsæðiskur, en það er alltaf læg að því að þú munt komast að því, ok, herðu 9, þá var ég svolítið sjálfsæðiskur, þá fer hann tilbaka, ok, ég fer með þetta í 6 skilur við, og það að þú komst að því og var sjálfsæðiskur með að taka þess ákvörðun, þetta make a sense. Að ef þú myndir vera 3 og færi 4, þá er einhvern veginn finnur ekki út úr í hvor var rétt. Shit, sko, ég vona að þetta make a sense sem ég er að segja. Ég skal segja ein mörk sem ég hef fyrir sjálfa mig, sem ég bara, þetta eru mín mörk sem ég passa fyrir sjálf, mín persónuleg mörk sem tengist ekki neinn öðrum, þannig sé. Ef ég get ekki stjórna einhverju, veðrið, umferðin, ég get ekki stjórna öðru fólki, bara ef það er ekki neitt sem ég get stjórnað, þá pæli ég ekki í því. Þú veist, ef þú ert á TikTok og það er kemur eitthvað vídeó sem gerir reiðan, þú hefur engan stjórn yfir því nema ekki að horfa á það. Þannig ég leyfi sjálfur mér ekki, eða mín mörk eru bara ekki að eyða orku eða tíma í að hugsa eða pæla eða einhver svoleiðis sem ég hef ekki stjórn á. Sem sagt, ef ég er umferðinni og það er brjál umferð, þá er ég ekki að fara að vera pirraður fúll og reyna kvart og kveina yfir umferðinni, af því ég get hvað sem ekki stjórna, þannig ég ætla ekki að eyða minni orku í það. Þá fyrir ekki bara að sleppa á og chilla og bíða saman með svo veðrið. Og svo eitt, þegar kemur að setja mörk á annað fólk, og það er svona tvennskona sem getur gert það, þannig að það hefur meira vald og meira power, eða þannig að þú tekur að þú hefur meiri völd og power. Og þetta er alveg krúsal dæmi, að því að segjum að ég á vin og hann er alltaf mætt á seint í matarboð, ég myndi fara til hans og segja, ef þú kemur á seint, þá vil ég ekki að þú komir í matarboðið, þá frekar þú beilar á því. Og svo kannski kemur hann of seint og hann gerir það og hann beilar ekki. Þannig þurfti hann að gera eitthvað til þess að þjónusta mínum mörkum. Það passar ekki, af því að hann er með valda, hann getur kosið mætt seint í matarboðið. Þannig að hvernig þetta á setja mörk, þannig að þú ert með svona valdið. Það sem ég myndi þá segja við vinn minn til að setja mörk, það sem ég er við stjórn, er að næst þegar þú kemur seint inn í matarboðið og mér finnst það mjög leiðilegt og mér langar ekki til þess að gera, en þá bara mun ég ekki hleypa þér inn í matarboðið, af því þú komst og seint og þá bara færið ekki að koma inn og þá þarf ég að biðja þig um að fara, kannski ekki hleypar honum inn skilu, en þá þarf ég bara að biðja þig um að fara aftur og ekki taka þátt í matarboðinu af því þú komst og seint. Þannig að hann ekki gera neitt, það er engin ábyrgð á honum, en ábyrgðin á þér að fylgja þínum mörk. Ég er með verkefni fyrir ykkur á hann ég henda í einni góðri sögu fyrir ykkur, þar sem ég er með mikið af mörkum. En allavega, það er að fara að taka þessa meðvitaðna ákvörðun hvað þið fíli og hvað fíla ekki, hvað þið viljið versus hvað þið vilja ekki. Til þess að ákveða svona, eins og ég drekk bara eina tegund af bjór og ef ég fer á bar og bjórin er ekki til, þá er ég ekki eitthvað svona ég þarf að finna einhvern bjór sem ég langar í en mér langar ekki í hann og drekka einhvern vondan bjór, þá bara fæ ég mig ekki bjór af því hann er ekki til. Make þetta sens. Þannig að ég sleppi við að fara í eitthvað svona deilu við sjálfa mig hvort ég eigi að drekka ekki af því að þá er ég að fara að drekka vondan bjór, skilur. Þannig er mörkin. Ef bjórin er ekki til, bara er ég ekki að fara að drekka bjór og það er mjög léttara, skilur, ákveðin, bara nei, ég vil ekki. Sagan er svo að ég var að deyta þessa stelpu eða svona vinkona meira og hún baði mér stundum að hjálpa sér og gera eitthvað hluti og mín mörk eru þannig að því að áður fyrr sama alltaf já, eða fullta tíma eða hjálpa og gera allt fyrir alla og allt svona að vera mjög góður, skilu, maður var of góður oft, að mín mörk eru ef þú lendir í ykkur alvöru vandamálum að þá kem ég. Hún er ekki íslensk, þannig að hún klesti bílinn, þannig að þá kom ég og hjálpaði henni. Og svo ef henni leiði eitthvað illa og eitthvað svona erfitt, þá bara ítti öllu frá það sem ég var að gera, ég búin að plana, og bara kíkja í sund, til þess að reyna að taka athyglina og svona, láta hana líða vel, bara hafa gaman, bara njóta þess og gera eitthvað skemmtilegt. Þannig að mín mörk er að ég er að gefa frá mér,
en svo komur til dæmis og hún þarf að selja bílinn. Ok, þú bara að finna eitthvað annað. Ég bara, nei, ég hef ekki tíma í það. Eða nei, ég að gera annað. Nei, ég er búin að plana þennan dag. Þannig að ég var líka með mörk að segja nei þegar komu hlutir sem hún hefði alveg geta gert. Eða þá hlutir sem hún myndi þroskast og læra að vera meira sjálfstæð að gera. Þannig að hún kemur og hringir eitt skipti í mig og ég svara ekki og sendir henni SMS og ég segi ég sé bara að vinna. Og svo hringi ég hana bara eitthvað 5 mínútur seinna og hún segir við mig að hún getur ekki treyst á mig. Bara aldrei hægt að treysta á mig. Og ég, hvað það satt? Ég minna svona 50-50. 50-50. Mér finnst það bara helviti gott, sko. Og hún var að segja, getur ekki treyst á mig. Mín mörk að ég veit hvað ég var að gefa frá mér. Og ég alltaf tilbúin og ég gerði það. Þannig ég fór ekki að taka þessu persónulega. Mér fannst alveg þetta óþægilegt og leiðilegt. En ég fór ekki bara að beðast fyrirgefningar eða segja sorry eða ég skal reyna að gera meira fyrir, ég skal reyna að vera meira til staðar. En ég vissi að ég til staðar þegar það nauðsynlegt og það virkilega þarf. Það sem ég held að hefur skeið að hún hefur verið vön mönnum sem bara gera allt og hlaupa bara við fyrsta hanagal, bara fyrsta síntal. Að vera með mörk hjálpa líka okkur að líða vel þegar einhver annar að koma og reyna að segja við erum ekki að standa okkur vel eða þurfum að gera eitthvað meira ekki nóg duglegir. Þannig að já, þannig að þetta sagan, sko. Og mér fannst næs að því að ég að díla við þetta óöryggi að tala bara eins og ég myndi tala. Mun fólk þú áttu það eftir að skilja sem ég að segja. Því ég lenti svo oft í það þegar ég var yngri að fólk skildi ekki. Ég veit ekki okkur að segja þetta. En ég mjög þakklátur fyrir ykkur strákar og fyrir þið að hlusta. Lífið gott, lifa, njóta, elska. Og ástæðan hverju ég ger þetta þegar ég veit það fucking vont að líða illa. Og ég vil ekki vera þar og ég ekki þar. Ég vil ekki aðrir séð þar. Og það lífið reynslegt. Það það. En takk fyrir mig.